Ég skil ekkert í ykkur að vera að læra þetta, það er engin framtíð í þessu hjá okkur, nema á svona bara í hlaup. Já, þetta er bara Það er allt í lagi, það er ástýrið, já. Þið megið hafa hann fyrir mér. Rounds in the Kate McCannon. Ég heiti Sverrir Vaff Guðmundsson. Já, ég og Páin erum eiginlega jafngamlir. Hann er að vísu fæddur daginn áður. Hann einu degi eldri en ég. En við verðum báðir 89 í desember. Já, ég heiti Sveinn Ásgeir Sigurðsson. Já, hvað ertu gamall? Ég er 88 ára gamall núna. Ég byrjaði að dansa þegar ég hætti á sjónum. Ég var 70 þegar ég hætti á sjónum. Ég er vélfræðingur og var yfir vélstjóri yfir alla tíð. Já, þá var það einfaldlega út af því að ég og kona mín, hún Nanna heitir, að hún á okkur langaði til þess að læra línudansa. Við vorum búin að sjá náttúrulega og prófa þetta út á tennis og allir aðrir og þetta heillaði okkur. Svo að það var farið út í þetta að dansa þetta og nú er ég búinn að vera í 18 ár þarna að dansa í Hraunselinu. Ég var alla tíð haft voða gaman að því að dansa og það byrjaði bara strax og maður fór að fara á böllin strax sem ungu maður en jú, þetta var voða gaman að dansa. Fór bara á böllin og svo kom rockið og svo man ég það var alltaf í Þórskafi þá minnir að það verið á miðvikudögum eða 50 dögum. Þá voru á gömludansarnir. Þá stundaði maður það líka. Þetta var allt voða gaman, alveg saman það var bara gaman að dansa. Ég fór í kennaraskólan á sínum tíma og menntaði mig til kennslu. Kennir samtals í 43 ár áður en ég hætti því. Ég kunni alltaf vel við mig í stofunni, kennslustofunni. Var nú aðalega í smíðakennslu. Svo náttúrulega eldist maður og hættir að vinna og þá gekk ég nú í eldri borgarafélagi í Hafnarfirði og það er 2001 og þá var línudans hópur sem var að dansa þar og ég dreif mig nú í það. Ég hef myndi komið að sé ykkur dansa nokkru sinnum. Einu sinni var það á 7. júní í Hafnarfirðinum. Já, við sýndum bara út á götu. Já. Rosalega flott hjá ykkur. Já, æfðum og sýndum. Nei, þetta var, það var gaman. Sigvaldi var mikið góður kennari og þetta félag okkar það hafði nafn sko og það var hann Sverrir sem að gaf því nafn og það var Línundansfélag eldri borgara í Hafnarfirði, einfalt og gott. Ég frétti nú af því að það hefði komið upp með svona nafnið fyrir dansfélagið sjálf. Danshópinn? Danshópinn. Já, það man ég ekki. Það getur vel verið, ég hef einhvern bullað eitthvað þar en ekki það ég mun eftir því. Og það var, ég þekkti nú töluvert til í línudansinum og Sigvaldi Þorgilsson sem var þarna kennari hérna út í Hraunsseli. Hann kenndi þarna og það var dansskóli Sigvalda sem hann var þarna með en hann var orðinn
einn í skóla, var einn þarna og hann var mikill og góður kennari en þetta, ég þurfti mikið, maður þurfti mikið að taka á og mikið til þess að fara að læra að dansa og allt í einu þurftu fæturnir að fara að fylgja músíkinni og svona öllum öðrum. En mér gekk bölvanlega að komast í takt við því, þannig að fljótlega var ég nú að hugsa bara að gefast upp og hætta þessu. Það þýddi ekki, ég gæti ekki komist í takt við því. 2 hours of pushing brooms as I hate the 12 forbidden room. En ég átti nú ágæta konu og hún rak mig áfram. Ég dreif mig áfram og komst nú þá fljótlega í takt við þau. Og síðan var þetta voða gaman. Mér var sagt að þetta tæki svona fram að jólum, sko. Að þá færi maður að geta dansað eftir þá svona 2 mánuði, sko. Þá færi maður að líka sig upp og verða betri og ég féll nú ekki þá gryfju að segja eins og strákurinn sagði þegar hann var sagt að hann var að læra rafvirkjuna. Að þetta væri mjög erfitt en það þyrfti nú svona þegar kæmi fram að jólum þá færi hann að skilja þetta. Og drengsi hann bara hætti að mæta og svo var hringt í hann og spurt hann að því hvers vegna. Að hann kæmi ekki í skólan og þá sagði hann, ég voru ekki segja það maður væri orðið bara nokkuð flinkur áramótin og hann ætlaði bara að mæta í það. Eiginlega upphafið því að ég fór að taka nú svolítið myndir af sko línudansinu hjá okkur. Það var einmitt þetta sko að ná sporunum og sjá þau á mynd, þá gæti ég æft mig á þeim heima. Það hjálpaði, það kom mér að stað alveg reynd og síðan var þetta bara gaman. Ég var kosið sem talsmaður og sem þýddi það að það sneru sér allir til mín sem vildu að fá okkur til þess að dansa og líka kom þá mig að hvetja líka og við þurfti náttúrulega mikla hvatningu til þess að fara að sýna. Eða hann fór að segja okkur frá því reyndar sko danskennarinn að fólk væri að æfa sig og keppa og ég var eindreginn talsmaður þess að við færum að æfa okkur og fólki var alveg tilbúið til þess að gera það. Keppnisstressið? Já, mér var ekki hrifinn af því. Nei. Það átti ekkert við mig að vera að fara og mæta í einhverju danskeppni en það var bara stress. Þið unnið allan að silfrið þarna? Já, við gerðum það eins og já. Við vorum að fara keyrandi hér upp á Akranes og Hveragerði, Reykjavík og allt. Að Vík í Mýrdal, þar dansuði og reyndar var þar keppni, landskeppni í línudansi og við urðum númer 1 þar. Þetta skilaði sér allt saman, enda mikið dansað en áður þá vorum við búin að fá önnur verðlaun og það var upp í Mosó. Mér var alveg sama. Einhver annar mátti vinna þess vegna. Ég var bara þarna til að dansa og það var gaman. Breyttust hlutir mikið þegar hann hætti, Sigvaldi? Ekki fyrir mig því en þá var ég hættur og ég svona fór og kíkti aðeins á þau, það var sjaldan að blísvein. En það voru ágætir stjórnendur. Það gjörbreytingar, já, það gjörbreyting. Nú þetta að dansa þannig að menn læra bara sporin. Það þau nota ekki lærða kennara, heldur svona
fólk sem dansar fyrir og hérna ekki tilbúið og kann ekki náttúrulega dansa línuna því að það var náttúrulega að læra það í skóla því að það þarf að segja fólki að gera svona og gera svona. Ekki línuna sem sagt, ekki að stilla sér upp og getur ekki, fer ekki röð og lærir ekki að koma fram og hvernig á að bera sig eða þetta fjöldakennsla og hver eins og sagt syngur með sínu nefi sko. Það mikill munur á því. Þessi dans sem núna eins og ég segja, hann bara venjulegur dansspor. Línan ekki notuð sko, svona eins og að þegar það kemur tert á borðið að maður borðar nammið ofan af henni. Það skilur ég. Ég skilur. Já, það Saknarðu gamla dansinn? Jú, ég geri það. Ég geri það mikið. Það verður líka sko svona nánari samband á milli. Fólksins í línunni sko. Og maður að læra það sama og svo styrkir hver annan sko. Hvað finnst þér vera svona besti parturinn við það að vera að dansa? Það bara, þetta góð hreyfing og svo frábær félagsskapur. Svo músíkin og takturinn í þessu, þetta allt. Þetta hjálpaði allt saman. Ég bara fann mig í þessu. Já. Fann mig í þessu, það bara mjög gaman, bara ekkert annað. Finnst þér að dansinn hafi hjálpað þér? Já, alveg gífurlega. Alveg gífurlega. Því fyrst og fremst það að fátt sem að heldur manni betur í gangi heldur dansinn. Og það bæði hugur og hendur og fætur og líkami sem að maður þarf að láta vinna saman í músíkinni og sérstaklega geta haldið mýktinni í skrokknum og maður getur lengi hérna farið áfram á því. Það góð tilfinning þegar maður nær því, hvort sem það paradans eða línudans, þegar maður finnur það að maður alveg inni í músíkinu og alveg hreyfir sig eftir. Það alveg það stórkostlegasta sem við þetta sko. Eitthvað svona lokar orð sem þú vilt koma með? Eitthvað svona sérstætt? Ég bara hvet alla til þess að læra að dansa. Já. Allar hreint. Þetta voru allar spurningarnar. Einhver svona lokar orð? En hvort þú hefur eitthvað út úr þessu, það veit ég ekki. Jú, alveg fullt, heilan helling. Já. Bara takk fyrir að koma. Það segi bara blest. When she and I didn't meet, she was bathing in the creek. Prettiest girl in the whole damn holler, that ain't no lie.